Jæja, gott kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomnir í þetta stream á Tier 2 keppni kvöldsins. Daniel heiti ég, kallaður Daniel Mafáta og með mér er hann Hannes, Hansó, blessaður Hannes. Já, góða kvöldið. Og til hamingju með sigurinn, Dani, og Já, takk fyrir það. þessu degi, tæri 3. Já, var það svoleiðis? Já. Það er ekkert Inn- að takk Það hérlega var fyrir það. einróma held ég. Takk fyrir það, það er frábært að heyra. Já, það er ekkert auðvitað að vinna svo ykkur 5. seti hérna á Mount Panorama. Nei, nákvæmlega og í þokkabót slá út Nissanin. Já, það er ekki með það. Já, það var það þú, Aggi og hann Ljótur sem heitir, ég gleym alltaf nafnum á honum. Já, ég er ekkert Það skáður. við verðum bara að kalla hann Ljótur, veist það. Jú, það er það sem hann ákveður að kalla sig. Það er Ljótur 1 með þessu, það var upptekinn Ljótur. Já. Já, en Þetta var hörku keppni í Tier 3 og vonandi sjáum við svipað hérna í Tier 2. já, ég vona það og ég stóla á það að þið sýnu okkur svipað á morgun í Tier 1 líka. Já, ekki spurning sko. Ekki spurning. Ég En er núna í fáum fyrsta við sjá- skiptið hóstinn á lobbyinu þannig að ég þarf líka að setja þetta á stað. Fylgjast með Já. öllu, hvort það sé ekki nokkuð pitglits eða eitthvað svoleiðis. Þú ert eiginlega bara fyrsta skipti hóst á Tier 2. Þú er alltaf sjálfur verið að keppa hérna í Tier 2, eða ekki? Jú. Þangað til núna. Nú við, þá ætlum við að kveikja á lyklaborðinu hérna. Já, það er enda rétt. Þetta er í rauninni síðan ég byrjaði í GTS Iceland, þá var þetta önnur keppnin sem að ég er ekki í Tier 2. Og Já. fyrsta keppni var bara seinasta keppni. Já. En það er hérna fullt af flottulega ökumönnum. Þeir náttúrulega voru að spreita sig hérna nokkri nýjir. Það var Raggi, Gunni Agga og Ben Kulais. Kom Eiður upp líka. Og Karman. Nei, Já, komu töluvert margir upp í Tier 2 núna á vortíðum. Já, það var þannig. Það voru, það var náttúrulega, ég Á Robocop. dró mig í hlé og það voru einhverju fleiri sem dróðu sér í hlé, eða ekki? Jó, hann Dimmi og Atari. Já, akkurat. Þeim að voru sigurvegararnir í Tier 2 vetrartímabilinu. Það er, við sáum nú flotta keppni í fyrir 2 vikum. Var það ekki Róbert sem sigraði þar? Ég er búinn að gleyma þér. Já, ég er búinn að gleyma þessu Ég er líka, sko. ég er ekkert undirbúinn. Já. Nei, ég fylgir svo lítið með þessu þegar ég er ekki að keppa í þessu. Það er ekki gullfeska minni. Jó, mér minnir að Róbert hafi unnið hérna í Tier 2 hérna á Svengbrauts fyrstu keppni. Þið leiðir rétt okkur bara í chatinu og við erum eitthvað að tala eitthvað á þælu. Við erum einmitt komnir með nokkra í chati hérna. Það óska okkur góðs kvölds og mér til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það, Dimmi. Og já, Hilmar Veigar segir að Ívar vann. Veitu þetta, Já, auðvitað Ívar var vann hana, já Ívar. auðvitað, hann alveg rústaði. Hann er ekki braut, já, það er svona við að gema hann. Það var hann sem rústaði þessu. Auðvitað. Já, hvernig látur við. Sjálfsögða Ívar. Já, heyrðu, þá hefur bara komið tími að henda þessu af stað. Ég núna Já, er vist að fara að chatta. Já, vonandi sjáum við ekki eitthvað hérna sprintrace hérna í qualifyinginu. Það búðar ekki gott. Eins og við sáum hérna í smástund í Tier 3 aðan. Þú verður í fjandanum setja þetta af stað, eða? Start qualifying. Get ég ekki verið í reysinu eða verið að spekka með? Jú, ítir á select. Nei, ekki úr til pit. Það fer bara upp í race setting sem við gerum þar.
start qualifying. Ég get greinilega ekki gert það meðan ég er að spekta þetta. Herru, hérna start qualifying. Ég er algjör nýgræðingur hérna að stjórna, sko. En já, ég veit ekki hvernig maður á að þurfa að spá þessu, sko. Þetta er allt gerst hérna. Þannig ég hugsa maður samt að spá Róbert, Róbert, Ívar og Raggi. Já, Ég ætla að setja það í chatið bara. það hljómar eins og sterkur leikur. Hvað er að gera þetta? Svona, þá er maður að byrja að fylgjast með þessu. Tímatökurnar byrja 10 mínútur eftir. Ég er Tómi Jóni að reyna að finna Allir út. Heyrðu, það hlaut að vera. Tölva mín var í einhverju rugli hérna. Ég lagði þráðlausa lyklaborðið mitt á gólfið og það rakst eitthvað utan í takka. Tölva mín var alveg að fríka út. Davíð Rúnar kom með hérna spá líka, Róbert, Ragnar og Ívar. Hann spáir sama og ég í topp 3 nema Svissa, Ragga og Ívar. En svo er svo auðvelt að gera smá mistök, þá veistu bara tala ekki um það, þú færið svona penalty eins og hann Arnar lenti í tæri 3 á hann. Já. Maður losnar bara ekkert við penalty á sér braut. Já, ég sá það. Einn hafði klárað með penalty og var komið vika sekundi á sig þarna. Já. En það er, já, fólk er ekki búið til mikið pláss hérna. Nei. Sævar alltaf að elta Ívar hérna í gegnum þetta. Það var nú svo sem sambærilegt því sem gerðist hérna áðan í T3, sko. Ég var nú sjálfur Sævar hendi sér í pitt. það, sko. Hann ætlar að byrja á hörðum á Sævar. Já, það er svoleiðis. Við erum náttúrulega með 21 ring hérna. Já. Hann ætlar að mesta viti í þeim en hann er ekki að byrja fremst, að byrja á hörðum og taka það út strax. Já. Það er langt best, sko, sérstaklega þegar maður, eins og þú segir, þegar maður er ekki að byrja fremst og getur verið í einhverjum hópi að vera þá með hörðu dekkin fyrst og reyna að allan að koma sér upp í þannig stöðu að maður hefur auða braut þegar það kemur að mediumdekkinu. Já, nákvæmlega, sko. Sjáum hérna, Róbert er kominn upp á fjallið og leiðinu niður. Þetta er erfiður kafli hérna niður fjallið. Það er í hárri eftir línu. Í högstu bíllinn hjá honum, aftaninn. Ívar er komið með spá líka, Ívar Róbert Raggi. Ég ætla að gera stjarfur og ég ætla að spá Inga fyrsta sæti. Já. Hann er mjög fljótur, sko. Og hann getur alveg verið að stríða toppmönnunum hérna, sko. Ég ætla að segja að þeir náu double podium, bræðirnir. Ingi verður í fyrsta sæti og Arnar í 3. sæti. Og ég ætla að skjóta á að Ívar Eyþórs verði í 2. sæti. Það er að segja Ingi, Ívar, Arnar. Tímann er að byrja að detta í hús. Það veit að þeir eiga meira inn í þetta.
Gæti þurft tvo ringi til að fá kjör hitast í dekkin. Þeir hafa náttúrulega ekkert marga ringi hérna sko, 10 mínútur, þetta er bara, já, Já, þeir hafa Já, hún er fimm þeir hringi, hafa hún 3 er fimm hringi hringi. eftir núna, sko. já. Sjá, Róbert er nú bara 9.000 undan Gunna Agga. Já. Rosalega Já, góð. Ingi Já, þetta er tekur Ingi toppinn. kominn í fyrsta sætið. Ég er að segja, þetta er minn maður, sko. Ég get ekki farið á Inga, það er skrítið. Nei. Er hann ekki bara sáttur með það? Já, ég get ekkert fyrst með það. Jú, ég get það núna. Jæja. Glutt svar þetta. Hann er síðan ennþá að setja hraðasta fyrsta sektor. Róbert er kominn hérna á bakstrætið, en sjáum hvort hann sé að bæta tímann. Já, vá. Hann er að bæta hann alveg mjög mikið, sko. Þetta er svona 2-3 sekúndur hraðari tímar heldur við vorum að sjá í tímatökum hjá Tier 3 áðan, þar sem að þeir voru náttúrulega á harddekkjum og ekki með nein setup leið, þannig að... Já, þetta er alveg ekki hægt að miða við tímanna hérna í Tier 3 sko. Nei, Ívar Eyþórs, hann kemur hérna á Nissaninum í fyrsta seti. Þeir voru svolítið að fæta hérna á braut, hefast Arnar og fyrir að vara að bleika Bensson. Ekki Ben Kúla þessu. Gunni Agga og Arnar voru að fæta þessu. Þeir skemmtu vantarlega fyrir báðum, já, fyrir sér báðum. Hérna er Pálmar hérna með skemmta vél tímatökum. Hún lítur nú að lagast, það var nú lagið dæmið, hérna hjá verið ekki? Já, ég vona það. Hann Guffi lét mig bara að fá lobby set stillingarnar og ég kýtti ekkert yfir þær. Jú, þetta er komið rétt þegar hann fór yfir línuna. Já. Þetta skemmir þá alveg þennan hring fyrir honum, sko. Ingi er komin upp í þriða. Hann er samt 0,7 eftir Ívari núna, sko. Ívar er náttúrulega búinn að vera á alveg þvílíkur róli, sko. Já. Eins og ég sagði í spjallinu í seinasta keppni. Róbert er að bæta tímann. Hver er að bæta tímann? Róbert, hann var 0,3 fjólumblóðum tíma. Já. Menn að gera góða hluti á Nissanin, nei hérna, hvað heitir þetta? Astaninu. Aston. Það var nú tímabili sem að ég og Biggi fyrirverandi liðsfélagi minn vorum á Astaninum í 10-2 og það gerir nú ekkert svakalega góða hluti fyrir okkur. Þetta er 17.000 á undan. Ívar kemur hérna strax á eftir honum. Hvað er hann að gera? Bætir hann ekki, en þetta er lokað hringurinn hjá hann. Þetta er það, þannig að það er enginn sem að getur komist í pitt að ná í fresh dekk núna. Bæta svo fyrsta. Þá er þetta ekki líka orðið pínu slitin, þannig að það er kannski erfitt að ná öllu úr þeim núna, sko. Já, já. Það er ekki margir að bæta sig hérna á brautinu, sko. Ég lítur nú ekki út fyrir það. Æjæjæjæjæ. Róbert er
Nei, Ívar bara á sama tíma. Já, hann slær af, fer í pitt. Það er að byrja á hörðudekjunum. Pálmar kemur hérna bara bakkandi gegnum mark hérna. Kannski haldið að þetta væri seinasti hringurinn hans. Róbert að bæta tíman ennþá meira. Það er svoleiðis. Hann ætlaði sér á rásból. Hvað er Ingi að gera? Já, bæta tíman. Já. 2:01.7. Góðu tími. Það er svakalegur tími, sko. Sýnir það Ingi sig ekki að bæta tíma. Ívar, því hann hefur farið og náði í ný dekk en það mun því miður ekki komast. Hann ætlar að byrja á hörðum en Ívar, hann svissaði yfir á hörðudekkin. Já, það er svoleiðis. Hann er kannski að taka sig hring bara til þess að venjast hörðudekkinum í smá stund. Ingi að bæta sig 0,3 sekundur en það dugur ekki til þess að... Gunni Agga komin í annarsæti. Já, vel gert. Benson. Næstu því í 2:01, það munar ekki miklu. Gunni Agga, það er maður sem fekk ekki mikið að spá mig í toppsætinu. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað gerist hérna. Ingi bætti sig aðeins en tókst ekki að fara upp í 3. sæti eftir, þannig að hann byrjar í 4. Það verður gaman að fylgjast með Ívar ef hann verður einn á hörðudekkinum á fremstu mönnum. Já, reyndar, það er svona, ég gerði þess að tengi ekki alveg strax að hann var að byrja á hörðum þrátt fyrir að vera í topp 3 í rauninni. Hugsanlega nær Róbert þá að Róbert og Gunni að slíta sér fljótt frá. En þá þannig að það Ingi hafa fyrir að koma sér sem fyrst fram úr Ingvari, Ívari. Já, að sjá að hérna Karman er að koma hérna þegar kafla spurning hvort hann sé að ná að bæta sig eitthvað. Komast kannski eitthvað aðeins ofur í listan. Nei, það hafðist ekki. Það var rétt að loka staðan, ég held að sé allir hérna bara á dólinu. Eða í pitt. Það var alveg Róbert, Gunni og Ívar, topp 3. Og þú vart að spá Arnar í topp 3 og hann er hérna að byrja á 10. Já, þetta eru legarhjöður, ég var ekkert að spá þessu. En þetta er allt hægt. Það getur allt gerst. Það getur allt gerst. Þetta er löng keppni, þetta er ekki búið fyrir að búið. Það er náttúrulega svoleiðis. Þú ert búinn að fara yfir spána Dimma. Dimmi segir Róbert, Ragnar og Ingi. Og Zero Problems. Það spáir Ívar, Róbert, Ingi. Menn er oft með sömu mennina í topp 3. Gunni er hvergi þarna á lista. En þá rúllum við á stað. Já, þá að sjá hvað gerist hérna. Eitt sem ég komst að því að byrja í 5. sæti á hana, það er svona á tæpasta vaði á því að byrja á beinakjólunum. Þú veist, þeir eru bara í lok beygjunar. Í síðustu beyginu, já. Það er ekkert sérstakt að byrja fyrir hana, sko. Það missir maður svolítið í næsta mann, sko. Þá rúllum við af stað í þetta fjör. Þetta fer allan vel á stað eins og það er. Það er fróðilegt að sjá hvað gerist hérna í annarri beygju. Þar sem að það eru allir á köldum dekkjum núna. Já. Og koma úr miklu kjölsókssvæði. Ingi er að pressa töluvert að Ívar. Ætlar hann að dýfa sér. Já, medium með Ívar á hörðum. Já, það er bara strax að kosta Ívar, sko. Spurning
veit ekki hvað Ívar ætlar að hanga lengi á hurðardækjunum. Dekkin ættu alveg að vera góð í 12 hringi sko, þannig að hann keyrir ekki 10 hringi á hurðum og skipti yfir. Ég er búinn að slíta þessu svolítið frá þetta fyrstu tveir. Allir klínast að Pálmar hefur gert einhver mistök. Já, hann Pálmar var að setja í spjallið á hann að hann er með COVID-19, þannig að við erum ekki verið að dæma hann vegna hægra viðbragða og hægra tíma heldur en venjulega. Já, ok. Hérna er eitthvað framárastöður hjá Valla og Ragga. Samhliða hérna inn á beinakaflan. Hvaða sæti er það? 5. og 7. 5. og 7. Ég var akkurat að fara yfir hann að neðsta kaflan hann að þegar hann sagði þetta hann að sá það ekki listanum. Já, Valli er að reyna að... Það er ekkert á milli hjá Róbert og Gunni heldur. Valli var hann rosalega tæpur sko. Það var gaman að sjá hvað Gunni gerir á beinakaflanum eftir. Hann er alveg í skottinu á Róberti. Ég skal fylgjast með Valla hérna með hann. Já, það fylgjast með hvað Gunni gerir. Hann er með kjölsogið, hann er sko innan við hálfri sekundu fyrir aftan. En Róbert lokar innri línunni, þannig að hann gæti ekki fara að taka hana. En já, batakveður til Pálmars, já. Vonandi verður hann orðinn góður eftir 2 vikur og nær upp tímunu sínum aftur. Einbeitingunni. Arnar að pressa hérna á Hilmar aðeins. Nei, Arnar mista hann aðeins. Ívar er að ná að halda fjórðarsætinu þrátt fyrir hurðardekkin, þannig að það lítur vel út hjá honum. Punktur hjá honum Ævari að það hjálpar Ívari vel að það sé svona mikill slagur á tónum. Vísu komið svolítið bil á milli núna, þannig að slagurinn virðist vera búinn. Mikilvægt hjá Róbert að ná að slíta sig út draftinu. Ingi fylgir þessu alveg, hann er ekkert að missa þeim. Nei, það er bara mjög gott fyrir hann sko. Við erum að fylgjast með þetta núna Ívari og er að velta fyrir mér hvort að Ragnar sé að fara að ná honum fljótlega, sem ég sýnist vera að gerast, þar sem að Ívar er náttúrulega á hardekkinum. Valli er komið 2,5 í penalty. Það er ekki gott. Já, hann heldur uppi settin siði að sækja sér í refsingar. Já. Það getur verið bara góð strategi ef maður er að keppa við Valla að stóla á refsingarnar sko. Já. Raggi eltir Ívar hérna alveg, nær honum nú ekki. Ekki á þessum kafla. Það er örugglega ekki stutt í það með við gripur undir dekkinu. Hilmar er að pressa hérna hvað heitir hann? Benjamin? Já, við kalla hann Benni bara. Já, við kallum hann bara Benni. Ég er ekki búinn að læra öll nöfnin á Tier 2 keppendurinn sem voru ekki á sama tíma og ég í Tier 2. Ég er að fylgjast með hérna Ragnari núna að sjá hvort að... Já, það er hann. Það er svaka barátta á Sævari, Ben og Hilmari. Það var hérna í skotti gegnum niður fjallið. Þá fer Benni hann aðeins út í vegginn.
Þannig að hann heldur draftinu í Sævari, þannig að hann ætti að sleppa við þetta. Það er að stinga sér á það en Þeir eru mitt liðsfélagar hérna Ben og Gunni Agga í hérna Nokko racing teaminu með Kára og Guffa. Keyra hérna á Nokko bílunum. já, passa. En það var að koma nýtt lið þarna í Tier 1. Tasty liðið. Já, það var nafnabreyting í einu. Það var hérna Team, hvað hétt það? Team Ant Vilja, Carvel. með Villan. Já, Carvel, já. Já, Carvel sem að breytti nafninu í Tasty. Einn styrktaraðalinn, langvinnandi langlífi styrktaraðali GTS Iceland var að hann vildi styrkja ennþá meira og styrkja eitt lið. Þekkir ekki hvort þeir styrkja, hvort þeir vildu bara styrkja eitt lið eða hvort þeir eru ennþá að leita eftir liði til að styrkja í Tier 2 líka. Já, ég skildi það væri bara lið, sko, svo sem ekki, það var ekki tekið fram í hvaða deild en þeir tóku það allavega, en semst Ævar og Ásgeir sem Tier 1. Já. Tasty Racing. Það sé hérna að Ingi er alveg að, hann er ekkert að, hann Gunni er ekkert að ná að stinga Inga af en Ingi er ekkert að ná að stytta bilið á sama tíma. Þannig að það er svona okkarlega jafnt bilið á milli þeirra bara búið að vera í langan tíma. Þannig að Gunni er svona að draga svolítið aftur úr frá Róberti. Það fara að líta mjög vel út fyrir Róbert í fyrsta sæti hérna, kominn rúmar 2 sekúndur í forskot. Þannig að það er að vísu 18 hringir eftir. Núna er Valdimar farin að pressa á Ívar. Ívar þarf að hafa svolítið fyrir þessu hérna á hörðudekkjunum. Það gæti verið hann segja að treysta á undercutti. Já, hann verður alveg fljúgandi hérna á seinni kaflanum, sko, á seinna stikkinu. Já, og með léttari bíl í þokkabóls. Já. En þarf þá að hafa fyrir að fara fram á röðurum. Já, það er nefnilega getur ekki að slíka svo. Hann qualifæði í hvað, 4. sæti eða? Þannig Ívar, eða var það 5. Þriði? Var ekki þriði bara? Það var 3. auðvitað. Já. Það var bara detta niður í 7. sæti núna. Og 5. sæti þegar. Já, það er komið 10 sekúndur fyrir aftan Róbert hérna á 4 hringjum. Þannig að það gæti verið að komið upp í 20 ef það heldur svona áfram. Og ég veit að pitstop hérna án bensín er 15 sekúndur. Þannig þeir þurfa ekki að taka mikið bensín. Þeir eru bara eitthvað 2 eða 3 hringir sem þurfa að skeppa bílana, sko. Já, og svo getur verið að þeir séu búin að taka einhverjar æfingar og vita hversu langt þeir duga og kannski sleppt því að short shift eða eitthvað svoleiðis til þess að þeir þurfi ekki að taka bensín, það getur gerst líka. Já, nákvæmlega. Sérstaklega ef þú nærð að hanga í öðrum og spara bensín, sko. Ívar er á svaka róli núna, sko. Hann er að bæta tíma sinn 0,5 sekúndu, besta tíma sinn. Og besti tíminn hans er samt 2:03.4 á hörðudekkinu, sko. Þetta er nefnilega mjög vont, sko, hann er búinn að keyra svo lengi á medium, hendi svo yfir á hard, þau verða svo rosalega sleip. Já. Ef maður er ekki vanið þeim. Já, það er þannig. Þannig að það er kannski tekið hérna allavega, 3-4 hringi að ná 8 bara. Aðeins að lengja spilið hérna á toppnum. Það var bara eðlilega millið en allra hérna, sko. Já, aðeins að detta spennan úr þessu. Já, það er helst hérna Ben og Sævar sem er að bensa við þeir. En það er Arnar hérna að fara fram úr 1, já, það stingur sér. Sjá hvort ég ná ekki að taka... Arnar er komin aftur upp í 10, hann byrjar 10. Hann er á hörðum að Arnar. Sama og Sævar, já. Það er ná ekki margir á hörðum, sko. Já,
flott múi hjá Arnari þarna, sko. Að horfa á þetta replayinu og sá það alveg að hann tók bara inn í línuna, sko. Þetta var mjög snyrtilega gert hjá hann. Það var ekkert að berjast mjög mikið að heiðu. Þrátt fyrir að hann eyður sig á medium, sko. En þetta er svolítið slítinn og fram. Nei, það er ekkert mikið slít. Þeir eru að berjast áfram, Sævar og Benni. Það er einu svona hörku slagurinn hérna. Hilmar er kominn í stafbaráttunni. Gleymum því ekki að Sævar er á hörðum eða þeir eru á medium. Kominn smá skemmd aftan hjá Sævari núna. En Hilmar er á hörðum líka. Þannig fór hann aftur út í vegginn. Þetta er bara spegilmynd frá hringnum sem voru að fylgjast með áðan þarna. Hann fór út í vegginn á sama stað og baráttan var eiginlega búinn þegar við komum beinakaflan. Alltaf þetta sé eitthvað trikk að skella sér í vegginn en að fá svona throwback inn á beinakaflan. Já, það er eitthvað. Hann er bara næra að halda alveg rosalega vel í skottið á honum Valdimar. Nei, Sævari, segi. Við reynum að taka hérna ytri nöynu og fer út af og þá nær Hilmar sætun hans. Eða hvað? Nei, heyrðu, Hilmar fer út af, veitu hvað? Já, allir út af hérna. Hvað er að gerast? Hilmar kemur þetta, veitu, heyrðu, núna er ég alveg, núna verð ég eiginlega að fara í replay hérna. Nú erum við báðið með drullu í dag. Hvað gerir þær? Já, þegar. Núna er Arnar komin í skottið á Benna. Það er alltaf að gerast hérna. Já, heyrðu, hann bara fer út, hann fer inn á brautin eftir að hafa farið út af og bara ýtir Hilmar út af, sko. En hann býður eftir honum hins vegar, hann slæðir á og býður eftir honum, þannig að... Það er nú vel gert, já. Benni er í skottin og Hilmar er hérna. Það er alltaf hann ekki það. Hilmar lokar inn í línunni. Já. Og cutbackinu líka, þannig að... Hörðu, Arnar stingur sig fram úr Benna. Já, svoleiðis. Arnar er rosalega með þér. Ég verð nú bara að kíkja á þetta replay líka. Já, Arnar er á hörðum líka, sko. Þeir hörðudekkin eru að kikka inn núna, sko. Það er gult flaggið einhvers staðar. Heyrðu, hann fór ytri línuna fram úr honum. Hann hefur farið eitthvað hægt þarna gegnum þessa beygju, heyrðu, gult flagg segir ég. Já, það er Pálmar, hann er stoppara hérna, hann er að hleypa öllum fram úr bara. Hann er nú samt ghost, hann á nú ekki að ágjur á þessu. Nei, hann ghostar ekki 10-2. Ghostar ekki 10-2? Ekki þurfa þetta bláa flaggi. Nei, ok, það er ekki... Ok. Það er bara... Hann vill alls ekki vera fyrir. Já, nei, það er bara ef þú ert of hægur á brauti eða eitthvað svoleiðis. Taka penalty, já. Það er bara ennþá eina spennan á brautinni er hérna á milli 8, 9 og 10, sko. Hérna sjáum við Benna bara stinga sér inn fyrir Arnar. Taka sætið sitt aftur frá Arnari. Ég ætla nú að fylgjast með Arnari. Ég hef alveg á tilfinningunni að hann muni stinga sér einhvers staðar annars staðar og ná sætinu tilbaka, sko. Að gera líka fyrir áhorfendur að hafa augun fyrir driver of the day. Menn geta fengið kostning út á ýmislegt, sko. En ekki mikið breyst á toppnum. Þeir eru bara að keyra sitt reis og Ívar er að... Hann er svona að ná aðeins upp bráðanum. Já, hann er komin um fjórðasæti. Hann var í þriðja, hann fundar. Nei, hann var Raggi var komið upp fyrir hann á hann. Já. Það er rétt. Hann var 2.079 á hann, Raggi. Já, hann hefur lent í ykkur að hann Raggi. Já. Góð ábending frá Ævari hérna í spjallinu. Ég var ekki búinn að taka til þessu. Binni.
að tala um það. Hann heiti Binni, ekki Benni. Já, ok. Já, kallum hann Binni, já. Binni þá. Skulum við reyna að muna það. Við getum ekki lofað því. Nei. Ég hugsa að Benni detti náttúr. Eftir svona 5 mínútur þá verður bara hvort var það Binni eða Benni. Hvað er að tala um? Ívar kominn aftur frá Europa. Hvað er hann að tala um? Það sem við vorum að tala rétt á hann, að Ívar er komið upp í fjórðasæti. Já, frá Muraka. Já, Ragnar Thor. Ragnar, já, ekki Rópa. Svo er Róbert Thor hérna fremstur. Í Thor Racing. Svo erum við að gera hendir styrtaröðrunum. Það er náttúrulega auðvitað testi og við Anton smáum í að styrkja 2-2 líka. Ég bara veit það ekki, en við getum hendið fram bara. Þeir styrkja minnst og kosti GTS Iceland. GTS, Það er alveg nóg til að vera teknir fram hér. Já, það er alveg nóg. Hendum öllu fram og með þessu nokkuð líka. Já, nákvæmlega. Þeir styrkja GTA náttúrulega 2-2 Akademíunni líka, sem að styrkir hérna Hilmar og hvað er hann hérna Ívar? Svo megum við ekki gleyma líka mitt stöf, þess að Ingi er með. Já, það er rétt. Ingi með mitt stöf og Boys Must Have. Já. Það er alveg rosalega mikið dekkjamunur hjá Róberti og Agga og Inga. Hvað Róberti með rosa fín dekkmann. Ég hugsa að hann sé að fara að taka titilin bara dekkjakvíslarinn að mér. Ég er ekkert sérstaklega dekkjakvíslarinn lengur. Já, hann allavega er sem sagt, hann er allavega dekkjakvíslari 10-2. Já. Það verður ennþá að vera einhver dekkjakvíslari 10-1, sko. Já. Valli er ennþá að reyna að móka niður þetta penaltíi sitt. En það er mjög gott og auðvelt að losna um penaltí á leiðin inn í pit. Já, hitturinn er rosalega leiðilegur á þessari braut. Alls ekki átbreykaði, þá ertu bara komin út í sand, sko. Já, og svo getur þú nefnilega fengið líka penaltí þegar þú ferð inn í pit, sko. Akkurat, ég lenti því bara hérna bara að taka æfingu í dag. Svona bremsa aðeins og seint, bara misti aðeins svona hotnið, fór svona 5,5 sekúndur í ræsing. Já, nákvæmlega. Ég misti aðeins bara, fór aðeins lengra en ég mátti. Nákvæmlega. Þeir eru strangir hérna. Smá slagur á milli Binna og Hilmars. Ívar heldur áfram, hann er kominn núna á 16,7 eftir Róberti. Það verður mikið að vinna hjá Ívari hérna á seinna styrtinni. Ég spáði hann pitti núna eftir henni. Já, þó að dekkin séu alveg enda góð hjá þeim, þá verða þeir samt að fara að koma sér á medium dekkin til þess að nýta þau eitthvað í keppninni, sko. Svo er bara spurning þeir sem er á medium, þeir þurfu ekki að fara á hartan út af dekkjaslitis. Já, það getur líka gerst. Það verður mjög gaman að fylgjast með Ívari hérna í seinna styrtuna, að bara éta upp hérna fremstu menn, sko. Mikið rétt, en samt mjög erfið braut til þess að vera að éta upp sæti, þannig að... Fer Hilmar hérna í vegginn og missir Binna fram úr sér. Og er þá komin í hættu frá Arnari líka. Það virðist vera ennþá eini slagurinn á brautinni, það er... Já, ekkert að frétta annars staðar. Það er einhver á leiðinni í pit. Karman kominn. Það er að henda sér á hörðudekkin. Bíða spenntir eftir honum hérna í pittinum. Nú, heyrðu, wow, Hilmar, wow. Þarna reynir hann að tróða sér hérna innri línuna. Þetta var beygja sem er ekkert að fara 2-1 í gegnum, en það náði að gefa þetta eftir og... Ingi hendur sér í pit. Ívar heldur áfram. Þeir fara alveg lið. Hilmar með innri línuna og
Já, hann tekur þetta. Hann er að halda sætinu. Valli Hann er hendur komin upp í fyrir 8. sæti aftur. Og þá fer... Hver var þetta? Sævar inn í pit? Nei. Jú. Binni fyrir pitt. Ingi kemur hérna við hliðin á Sævari út. Hugsa að ná henni og halda sætinu. Kemur út í 5. Ekki, hann var þetta tæft Já, Ingi ætti nú, Sævar ætti nú ekki að reyna að vera að berjast við Inga hér, sko. Nei, þetta er ekki hans slagur, sko. En það gerir hann það ekki, Ingi er bara farinn, sko. Já. Þeir eru báðir á harðdækjum og Ingi á ekki í miklu vandræðum með að stinga sér frá hérna. Og sjáum við að hann Róbert er með festi slepp, fænuleg 9, þannig að grunnum og hann Ívar náinn að slá það á sínu stinti. Já, þeir eru komin á mediumdekkinu og með léttari bíl. Já, risléttan bíl. Það gerir Róbert. Hann heldur áfram. Já, hann er á góðum hraða ennþá, hann ætlar að nýta þetta. Við hóttum að sjá Ívar fara í pittin núna, sko. Allavega Gunni fyrir pitt allavega. Pittir inn í pittin. Hann pittar ekki. Þetta er ótrúlegt. Og hvar Gunni kemur nær Ingi að endurkvætta Gunna. Það er Ingi, hann er kominn á ráskaflan. Gunni leiðin út. Nei, Gunnar heldur þessu. Hellingsbíl. Ingi fekk hérna blátt flagg á sig í smástund. Ég veit ekki alveg af hverju það var. Núna er Arnar kominn á mediumdekkin, fersk mediumdekk. Og er núna að elta Binna sem er kominn á hörðudekkin. Það er nú samt sko að við erum nú að viðurkenna að það er alveg rosalega skemmtilegt að sjá þetta að það er stutt bil á milli Ívars og Róberts. Það er innan við 20 sekúndur þrátt fyrir að Ívar sé á hörðundekkin. Já, en hann þarf náttúrulega að henda sér inn sko, hann ætlar að nýta tíma til þess að vinna þetta niður. Já, hann er núna, hann lenti í svolítið vandræðum hann með Karman. Það er yngur sem telur, það hendur Róbertsson, útgjörð. Karman, það Nei. er Gretar eða ekki? Jú, ætli það ekki, jú. Er það hann Róbert heldur áfram. Hann er mjög slitinn afturdekkinu. En hann er ennþá að keyra á fínu tíma, hann heldur bara áfram. Og Ívar hendur sér inn. Já, hann tapaði hann 2 sekúndum á því að komast fram úr backmarker. Já, og Ragnar kemur inn í pit líka. Þannig að það ætti, já, Ívar að koma út og eftir Inga. Já. Ingi að koma hérna í gegnum markið. Svaka baráttu hérna hjá Pittin líka. Binna og Arnari. Binni ennþá fyrir framann. Arnar er að sýna sig vel. Verst í mediumdekkjum. Já, Ívar kemur 4,5 sekúndum fyrir aftan Inga út úr pit á mediumdekkjum með halvan tank. Hérna er, já, Binni
Já, Arnar er alveg í skottinn og binna hérna á kallunum og svo er Hilmar og Sævar þar á eftir. Alveg hlið við hlið bara. Það er tvöfaldir, nei, það er ekki alveg komin. Herðu Hilmar, hann náði ekki að halda auðvitaðri. Já, nú sjáum við að Róbert á eftir að fara í pit, þannig að við sjáum ekki alveg tíman, rétta tíma í Ívar þetta. Hann heldur áfram að Róbert, það er ekkert annað. Hann er ekki geta tíman upp hjá Inga, sko. Hann er 3,8. Það er alltaf að gera þetta á mittpakkinu. Nei, fær Sævar Helgi 2 sekúndna penalty. Það var ekki gott. Það gerir Arnar núna, hann ætlar að stinga sig fram úr Binna núna. Það er það líklegt, já, Binni Tekur inn að vera ver ekki einu sinni inn í línuna, sko. bara á komið. Þetta er komið hjá Arnari, ef hann er beðinni, Hann er samt alveg í skottinu á honum, þetta er ekkert búið. Hann ætlar ekkert að hleypa honum langt, langt í burtu. En er ekki Binni á hardækjum? Jú, Binni er á hardækjum og Arnar er á mítiðum, þannig að... Jú, ef Arnar næði núna að vera undan hún að fjallinu þá er hann farinn, sko. Já, það sýnist það að vera að gera, sko. Það er að auka stöðu á milli þeirra núna. Sleit hann úr, hann slíktir í mér. En Binni þarf bara að hafa áhyggjur af Sævari Helga og Hilmari núna í staðinn. Já, Sævar að fara út af verðið. Nei, það er ekki... hann var alltaf utanlega. Þetta er ekki þægilegt að fara þarna út af verðið. Nei, alls ekki, sko. Alls ekki. Og hann missir Hilmar fram úr sér í kjölfari og Hilmar er þá bara að fara inn að gera allu að binna núna. En þetta eru bara 3 white hérna. Vá, hvað þetta er close maður. Og Sævar fer aðeins í vegginn hann aftur, þannig að hann næri ekki, hann dettur aðeins aftur úr þarna, en Hilmar er enda alveg. Róbert fór í pit. Róbert í pit og Hilmar fer hérna að reyna að gæjast hérna. Þetta er bara, það er engin staður til að taka fram úr hérna ofan á fjallinu. Ekki neitt, sko. Það verður bara að bíða. Nei, heyrðu. Þetta er óþolinmæði. Þetta, já, ég veit ekki hvort að, ég veit ekki alveg hvað gerir þarna, hvort þetta sé, mér sýndist... Þetta er dekkjamunurinn. Já, mér sýndist hann hafa bara farið í dekkarnir, utan í veggarnir, samt í svo á replay, hvað gerir þetta að binna hann. Já, hann missir bílinn bara að binni og svona, já, þeir eru aðeins fyrir Hilmar sem veldur því að Hilmar missir þá Sævar fram á sig líka. Þetta er alveg að snúast við hérna bara fram og tilbaka. Tíminn er komin í 2,2 milli Ívars og Inga, þannig að þetta býðum kannski 1 til gefibot, 1-2. Tíminn í Róbert er 16,6 frá Ívar í Róbert. Ég hugsa að það sé ómikið fyrir Ívar. Alltaf mikið. Já, sennilega. Hann Gunni Agga er alveg hérna í leiknum sjó. Hann Ingi fær örugglega pressu hérna eftir smá. Hilmar er bara ennþá hérna í skottinu á Sævari. Sævar verður náttúrulega alveg svo meistari hérna, passar alltaf á innri línuna. Það er fjólubláðan fyrsta sektor. Og Hilmar reynir ytri línuna í þessari beygju. Nær hann að halda því? Nei, hann nær það ekki. Heiðarleg tilraun. Og missir aðeins standið að þetta. Sævar er líka á mediumdekkjum, þannig að þeir eru á sömu dekkjum. Já. Þetta er alveg fair fight hérna.
eru stökustu vandræði með korvettinu þessir. Það var spurning að sjá núna að Hilmar er í rosalega góðri stöðu til þess að reyna við framúrakstur hér. Reynir ytri línuna, nær hann að stinga sér og halda inn í næstu beygju, já. En hann fer aðeins og hratt í gegnum þetta. Getur hann fengið penalty, hvað hann fór hratt hana yfir. Já. Þá er Benni komin í... Nei, hann slapp penaltyð. En Ívar er komin í sliptrumið á Inga, þannig að það fyrir allt að gerast á næsta beinakafla. Þá ætlum við að kíkja hérna á Ívar. Ívar og Inga. Ég skal fylgjast með honum hérna á Hilmari. Þannig að nær þessu miklu hraðar hérna í gegn en Ívar. En nær samt ekki að fylgja því eftir. Þú varst að tala að Ívar myndi taka hérna hraðasta hring. Sjáðu hversu hraður eða hversu langt hann var frá því á hring nr. 14. Þetta eru, hvað, 2000-stu? Já. Hann fær alltaf annan séns held ég, sko. Hann var að drífa sig fram á ringa það, sko. Já, eða ef hann nær góður hring og nær að enda góðan hring í kjölsvæðinu hjá Inga, þá geti hann líka ná svona smá bústi á seinasta beinakaflanum. Já, þetta er kjörstaða hjá honum núna. Bíl á milli allra manna núna, þetta er eina baráttan á braut. Ingi er alveg þekktur fyrir það að vera ekkert að gefa neinn sæti ókeypis, sko. Hann lætur menn vinna fyrir framúraksturinn. Þannig að þetta er tækifæri hjá Ívar að taka þriðja sæti, það er eiginlega of langt í Gunnar. Keyra bara virkilega vel Róbert og Gunnar. Já, þeir eru að gera það. Maður veit ekki hvernig maður á að henda hérna drive for the day, sko. Það er ýmislegt búið að ganga á, sko. Já, það er það. Hvort sem það er jákvætt eða ekki, en það er ýmislegt. Arnar er alltaf að vinna sig upp, hann er komin upp í hérna 7. Byrjaði í 10. að vera að sækja Valla. Guðmundur Orri er kominn í spjallið hérna og segir shit hvað þetta er leiðileg braut. Já. Hún getur verið það, en ef hún er ekki góð á móti. Mér finnst þetta bara leiðilega skemmtileg braut, sko. Ég elska þessa braut, sko. Það er skemmtilegustu brautan. Þessi og Willow Springs. Það segir kannski mitt álit. Já, Laguna Seca líka. Hérna stingur hann sér, hann Ívar. Já, hann er þessu. En nei, hann er ekki alveg komið með þetta. Nú er Ingi með hinni línuna. Þetta er, já. Hann hefur nokkra hringi, þetta er töluvert í þetta þá. Jæja, hvað ætlum við að gera hér? Bílið minnkar og minnkar og minnkar. Fylgir inn í bíl til hans. Hann reynir ytri línuna. Ingi er ekki að bjóða honum
Æ, fjastýringi mín biluð með þess. Ingi lokar þessu vel, það er engin glufa, ekki neinn. Það er lokað hús, Inga. Nei, heyrðu, Ingi átbreikaði sig og Ívar er komið fram úr. Þetta kallar á replay hjá þér. Þetta kallar á replay, ég var ekki alveg að fylgjast með þér í nóg vel. Þetta var, já, Ingi gerði smá mistök að það. Það þarf ekki nema þessi smá mistök, sko. Það stundum við bara góð taktík að já, átbreika sig Þarna gera hann aftur. Það fer út í grasið, já. Núna hefur Ívar, já, 8,6 í Gunnar á, hvað er þetta, 3 hringir. Hann er nú ekki nema að keyra sekundur hraðar, sko. Já, og svo núna er hann komið með, ég held að hann ná ekki einu sinni hraðasta hring núna vegna þess að dekkinu hans er orðið það slitið, sko, en það er aldrei að vita samt, sko. Eru einhver vót komin inn á dræður og degum? Engin vót komin inn ennþá. Nei, það er líka erfitt að við. Já, þetta er mjög erfitt að það er náttúrulega auðvelt að henda á, skilur Róbert og Gunna sem eru bara svona að vera eini fremstir. Svo sem ekkert mikið gerst hjá þeim. Það er spurningum að ég hendi í Pól bara. Arnar er búinn að vinna svo úr 10. og komin upp í 7. Það er svona þannig sigurveri upp og svona hástökkvari er að komast hérna, er að fæta hérna við Valla. Skulum hafa Arnar inn í og ýtir Valla, hann ýtir Valla út af maður. Nei, það er ekki með þetta aftur. Ég veit ekki hvort þetta var tímið ekki, það var líka alveg. Er hann innri línuna sé ég? Nei, ég segi nú ekki að hann ýti Valla út af hann. Hann var komið með innri línuna og Valli ætlaði samt að taka innri línuna. Já, svona þetta var svona, það var bara skellt við hurðina á Valla, þetta var svona þannig. Eins og Max er frægur fyrir á Hamilton, það er bara hann lokar hurðunum. Ég ætla að setja hérna Pól. Hún er Sævar komin í draftið á Valla. Við hefum samt ekki fengið það mikið að sjá hjá Arnari, sko. Nei. Það er Dóra. Úff, Carmen fór í vegg og hann tók út fyrir að elta hérna Sævar. Sævar var að berjast við Valla en úff. Kíkjum á replayið hérna. Það voru að hringa hann hérna. Það var klöðulegt, já, það getur gerst. Valli er komin að ligna sjó núna. Já, ég misti alveg af þessu. Tveir hringir eftir, 7 sekúndur í Gunna. Það þarf að gera mistök ef hann ætlar að ná þessu. Hann lifir virkilega vel, bara tímarnir hjá strákunum, Gunna og Róbert. Þeir eru alveg stöður út í gegn, sko. Það er ekki feilspor hjá þeim. Ég er komið með Pól á YouTube chatið allavega. Já. Og menn geta kosið hvern þeir vilja að verði driver of the day. Það eru 4 valmöguleikar, Arnar, Ívar, Róbert og Gunni Akka. Ég hugsi, ég hendi þá bara Róbert að hirða Pólinn og halda þetta bara, sko. Já, það er alveg mjög gott í þessum hópa að ná því, sko. Já. Og sérstaklega á móti honum á mótunum Ívari líka sem að alveg tók seinustu keppni og bara pakkaði henni saman. Já, hann var að svara þessu.
Ég hugsa að Ívar hefur gert mistök að fara aðeins svo lengi á hurðutakinu. Já, Átt að nýta það aðeins lengur. já, ég er sammálaður þar, hann hefði átt að vera aðeins lengur á mítið. En það gæti verið að þetta hafi allt verið útplanað hjá þeim. Það getur verið. Pólið lokar, ég ætla að loka þið bara þegar að reysið klárast. Þá kannski hef ég opið í einhver svona hálfa mínútu í viðbót og svo loka ég. En Róbert er kominn á final lap. Hún er Hilmar að pressa á Valla, alveg. Þannig að Valli er komið 4,5 sekúndur í refsingu. Hilmar síðan að vera að taka fram á Valli. Sævar er líka með Bellandi. Valli er hann ekki að taka refsingun á sig bara. Hann er að telja hann aðeins niður. Hann ætlar að taka hann bara alveg af. Nei, Hilmar aftur út af. Já. Hann er búinn að vera svolítið í þessu, styttast í leið. Missir þarna Sævar fram úr sér í staðinn. Sævar er ennþá með 1,5 sekúndu í refsingu. Já, heyrðu, hann slæðir af og hann er að taka hann af. tekur hann af og ætla greinilega að reyna að ná Hilmari aftur. Hérna hvar hann er, já, hann er góðast að við erum ennþá hérna í góðum málum hér. Hann spyr hann hérna Davíð Rúnar hvort það sé sens að færa pólið á skjánum en því miður þá bara er ég ekki alveg með það á hreinu hvernig ég geri það. Ég þarf að kynna mér það fyrir 10 reyktareysi hvort að ég geti tekið pólið í burtu á stríminu. En Róbert er að sigla þessi heim bara. Þetta verður algjörlega flawless drive hjá honum í dag. Já, mjög góð frammistaða. Tekur hérna sigur fyrir Thor Racing. Gunni Akka nægilega sig annarsætið fyrir nokkuð racing tímið. Og Ívar fyrir GT Akademíuna. Þannig að fremstu 3 eða 4 eða 5 eru óbreyttir frá startinu, eða ekki? Það eru ekki Ragnar 50? Gott ef ekki. Það er Ingi í gegn og Ragnar þar á eftir. En Arnar náði að nýta mjötjumdekkin vel. Hann henti sér snemma á þau og... Hann var alveg bara dífu kóngurinn í kvöld. Já. Og ekki á slæmanhátt, því að allar þessar dífur voru mjög klín og virkuðu sko. Já, hjá þessum mönnum, Arnari, Hilmari, Sævari, Valla, Benna, þarna var slagurinn. Já. Allt kvöld. Já, hann er svolítið, það var Binni, ekki Benni. Já, Binni, fyrir ekki, ég sagði að kæmi Benni í lokin. Herru, Valli var að taka niður pennandi sýndist. Binni náði hérna Valdimar hérna á seinasta kaflanum. Já, ég veit ekki alveg okkur að slúða, hann var ekki með pennandi sko. Valdimar var með pennandi, eða ekki? Nei, ég held að hann var búinn að taka á sig sko. Það getur verið, ég sá ekki nógu. Og svo Eiður góði mark, þá er bara Pálmar eftir korvuttunni. Hann hefur ekki alveg fundið sig hérna í fjallinu í kvöld. Kóvitið að fara illa í hann. Já. En var ekki að slá kóvitið af í dag, hérna? Já, þú hættir ekkert að vera veikur bara út af því að sótkvíðinu var breytt sko. Allir á djammið, næstu ekki. Nákvæmlega. Já, við fengum slag hjá hérna alveg á nokkur stöðum. Ýmislegt fjör út af Vaxtar. Já, mikið Róbert, það var bara flottur sigur. Frábær sigur, hann er hraðasta hring. Byrjar á pól og með clean race. Þetta er bara hat-trick.
frábær keppni hjá honum. Þá ætla ég að hafa pólinn opinn hérna í örfáar sekúndur í viðbót. Ef einhverjum fleiri langar að koma inn atkvæðum að þá er möguleiki á því núna í nokkra sekúndur í viðbót. Það er engin atkvæði að koma inn, en ég ætla bara að ljúka þessu núna. End poll. Það var maður ekkert að sjá niðurstöðuna eða? Það var að lokaðast þetta og bara, maður fær ekkert að vita hvað gerist eða? Jú, hann og góða. Það eru Róbert með 66% atkvæða, Arnar í öðru seti með 33%, þannig að það er Róbert sem er driver of the day. Vel gert. Þá er held ég bara komin tími til þess að slíta þessari keppni, þessari útsendingu. Minnum bara tægir 1 annað kvöld og... Það sjálfsögðu, það verður hérna í beinni útsendingu á YouTube og síðan í endursýningu á Stöð 2 e-sport kvöldinu eftir. Ég þakka bara fyrir áhorfið og þakka fyrir að koma með mér hérna í spjallboxið, Hannes. Já, þakka þér bara. Við þurftum að leysa meistarann af, hann kemur vonandi ferskur eftir COVID-ið. Mikið rétt. Á morgun. Mikið rétt. Já, þannig að við þökkum það bara fyrir í kvöld. Já, takk fyrir og verið sæl.